við leggjum mikið upp úr jöfnu aðgengi okkar til mennta en það nú ýmislegt sem bendir til þess að við höfum ekki öll sömu tækifæri til mennta. Til dæmis verið að hækka skráningar gjald háskólana og þannig mögulega hriktir í hjá einhverjum umsækjendum. Það orðið fjölgun öryrkja í seinni tíð. Ein af leiðum þeirra til þess að komast út úr örorku gæti verið að mennta sig. Þannig að þarna svolítið þversögn og það eru komnar hér 3 konur til að ræða þetta mál, 3 góðar konur. Þórdís Bjarnleifsdóttir, þú ert nýlegur starfsmaður hjá ÖBÍ, ekki satt? Það passar. Já, og þú hefur verið hér við Rauða borðið áður, þú gerðir dálítið merkilega rannsókn sem félagsráðgjafi. Já. Já, ofbeldi í fjölskyldum. Já. Já, einmitt. Vertu velkomin til leiks í þessa umræðu. Takk fyrir. Og Anna Margrét Bjarnadóttir, þú ert varaformaður kjarahóps ÖBÍ eða hvað? Já, ég er samt ekkert endilega að koma hérna sem varaformaður kjarahóps. Ég er bara að koma hérna sem manneski með mikinn áhuga, sem fötluð kona, með mikinn áhuga á þessu málefni. Já. Og nemandi í Háskóla Íslands, meistaranemi í fötlunarfræði. Já, akkurat, vertu velkomin. Þó ég vilji alltaf veg ÖBÍ sem mestan og Háskóla Íslands. Einmitt. Og síðast en ekki síst Hrönn Stefánsdóttir, þú ert formaður atvinnu- og menntamálahóps ÖBÍ? Já. Og ert þú líka nemi? Nei, en við höfum mjög mikið áhuga á í málefnum atvinnu- og menntamál hjá ÖBÍ erum við náttúrulega að vinna að því að hjálpa fólki bæði í gegnum það að komast gegnum skólagönguna og líka að fá störf og við álítum að lykillinn að því að öryrkjar geti fengið störf við hæfi er menntun. Af því að það er lykillinn að störfum þar sem þú getur stjórnað vinnutíma og aðstæðum meira. Og þarft ekki að reyna á mikið á því líkamlega. Og þess vegna benti ég á það í innganginum og það er ákveðin þversögn er það ekki þegar skráningagjöld í háskóla hækka. Já. Hvað er þetta mikil hækkun? Þetta er, fyrir almenna nemendur er þetta hækkun úr 75.000 krónum upp í 100.000 og fyrir og öryrkjar fá 25% afslátt, þannig að það er þetta úr 55.000 upp í 75.000. Já. En það sem að gera fólki líka erfitt er að það er ekki eftir að skipta greiðslunni. Já. Þannig að það þarf að borga þetta allt í einni greiðslu núna 4. júlí og það er bara tæknilegir örðuleikar vegna rabbit greiðsluþjónustunar. Já. Og en svona og nú er einhvers sem hlustar og segir þetta nú svo lágfjár að þetta getur ekki skipt neinu máli. En þá komum við að því að rannsóknir hafa sýnt að hagur öryrkja og margra fatlara er náttúrulega þannig að það bara munar hvað 1000 kall. Já, nákvæmlega. Og þetta er svo mikil hindrun hjá lágtekjuhópum og þetta er eitthvað sem að skiptir svo miklu máli fyrir íslenskt samfélag að öll börn, allt ungt fólk, allir hafi tækifæri til að mennta sig. Og það skýtur skökku við að nú þegar nýlega er búið að breyta örorkulífeyriskerfinu og það er áhugi fyrir því að hvetja öryrkja til að fara út á vinnumarkaðinn, fatlað fólk til að taka frekari þátt í vinnumarkaðnum, að vera með þessa hindrun að hækka þá háskólagjöldin vegna þess að þetta skiptir mjög miklu máli einmitt fyrir fólk sem að missir starfsorkuna, lendir í slysi, veikindum öðru, að þurfa þá kannski að uppfæra menntunina sína og eins bara fyrir eins og skiptir náttúrulega miklu máli bara fyrir allir lágtekjuhópum, börn einhleypra foreldra, börn einhleypra foreldra á örorku, börn öryrkja, börn úr kannski
fjölskyldum með innflytjenda bakgrunn, bara börn úr bara öllum lágtekju hópum. Og Þórdís, af því að þú ert svona tiltölulega nýkomin í gegnum námið, var það hindrun fyrir þig, þið fjárhagslega umhverju? Já. Það var það? Sko, að borga skólagjaldi einu svona ári, það var náttúrulega 75.000, svo kom afsláttur og það var ekki að skipta greiðslum ef þú ætlaðir að taka afsláttinn. Þú gast skipt greiðslum ef þú borgaði bara fullgjald. Þannig að þetta þýðir það bara í rauninni þú borðar ekki þennan mánuðin eða bara, og líka bara þetta hefur áhrif á allt sumarið, þú gerir ekki neitt af því að þú er búin að setja alla peningan í að borga skólagjaldið. Þetta bara, og ég hef til dæmis ekki getað farið í borga skólagjald með að ég var með krakkar á mínu framfæri. Þannig ég fer í rauninni ekki í nám fyrir að þau eru fullorðin og Þannig að þitt mat að raunverulega að þá geti svona hækkun á gjaldi haft allt það að segja hvort fólk getur gripið tækifærið og mennta sig. Heldur betur. Þetta bara, ég fór núna daginn að borga skólagjaldið með hækkunni og mér fannst þetta svo blóðugt. Ég bara 75.000 krónur. Og þetta er semst Háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands. En Háskólinn á Akureyri er aðeins öðruvísi með hann veit sko 50% afslutt skólagjöldum. Já. Þannig að það er 100.000 krónur skráningagjaldið líka þar, en sem öryrki eða fatlaður einstakling væri ég að borga 50.000. En það er eitthvað líka aðeins meira ólíkt þar. Ég talaði við námsráðgjafa í morgun hjá Háskóli Íslands. Já. Og það er eitthvað með það að gera að sko þeir sem eru með hluta örorku, ég vona að ég sé ekki að fara rangt með, en þeir sem eru með hluta örorku fá ekki þennan 50% afslátt hjá Háskólanum á Akureyri. Nei, hluta örorku, ég fyrir ekki hluta örorku, heldur hvað heitir það? Sjúkra- og endurhæfingarlífeyrir. Nei, endurhæfingarlífeyrir, já, sjúkra- og endurhæfingarlífeyrir. Að þau fá ekki þennan 50% afslátt. En í Háskóla Íslands fá þau það. Já, ég er ekki viss þetta, ef þú ert með þetta skírtinu, þá átt að geta, þeir eru ekki það. Ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Þetta er bara eitthvað sem hún hélt að það væri svona. En Hrönn, hverjir hafa barist svona mest gegn þessum breytingum? Sko, ÖBÍ náttúrulega eru reglífasamtök, sjúklingasamtök á Íslandi og þannig að sjúklingasamtöki berjast í gegnum ÖBÍ fyrir svona hlutum. Og þetta skiptir mjög miklu máli, þessi hækkun, og vegna þess að fátækasti hópurinn í íslensku samfélagi eru konur sem eru öryrkjar. Leið kvenna inn á örorku er yfirleitt þannig að það er kannski vinna minna, minkar smám saman við sig vinnuna þar þetta út, eða þá kannski að það komast aldrei út af vinnumarkaðinn, þannig að það hafa ofta ekki sterkan lífeyrissjóð og er bara með bætur frá Tryggingastofnun sem eru bara eitthvað 300 og eitthvað þúsund útborgað, og af þessu þurfa þær kannski að vera einstæðar að borga leigu og mat og reikninga og síma og allt þetta sem maður þarf að borga út að þjóðfélagi. Og þannig að þær eiga jafnvel börn og sem þurfa kannski að fara í skóla líka. Og þannig að þær eru rosalega tekjulágar, og þannig að fyrir mannesku sem er kannski með 100.000 krónur, milljón á mánuði í laun, þá er 50.000 krónur, 25.000 krónur hækkun bara ekki neitt. Nei. En fyrir mannesku sem er með svona lága tekjur, þá er þetta kannski 20 máltíðir. Þetta er kannski spurning hvort að þú þarf kannski að velja á ég að gefa barninu minn að borða út mánuðin eða leyfa sjálfur mér að fara í háskóla og bæta þá tekjur mínar. Og þetta hefur síðan áhrif til lengri tíma vegna þess að ef að þetta foreldri getur ekki bætt hag sinn og komist út af vinnumarkað í auðvelda vinnu sem það ráða við, af því að fatlað fólk náttúrulega ræður ekki við skúringastörf eða vinnu í bónus eða eitthvað svoleiðis. Það þarf kannski að vera einhver svona léttri skrifstofvinnu, og þá erum við að dæma börn þessa fólks líka til fátæktar, og jafnvel að það get ekki börnin get ekki komist inn á. Og af því að foreldran get ekki stutt tilbaki á þeim til að koma þeim í háskóla. Og það gerir þetta mál svo erfitt, af því þetta verður bara svona snjóbolt áhrif niður kynslóðurnar.
að, þú veist, að við erum þá að búa til, þú veist, í okkar jöfnaða samfélagi sem var, að þá erum við að búa til stéttaskiptingu. Já. Og sko þessi rödd sem stundum heyrist, að þessi stór fjölgun öryrkja og hún sé að einhverju leyti tengd því að fólk nenn ekki að vinna og ætla að sleppa létt út úr lífinu. En þetta samt ekki rétt. Nei, sko, það er náttúrulega... Öryrkjum fer fækkandi. Ferðin fækkandi núna já, í síðustu tíð. Já, síðustu ár. En þeir eru að ruggla saman og blanda saman sjúkra og endurhæfingarlífir, þeir sem eru í starfstjálfun og öryrkjum. Þeir eru að setja tölur saman og eru svo útrópa að öryrkjum hafi fjölgað. Já. En tölur sína það að þeim hefur farið fækkandi. Já. Og það bara, það er nýlega búið að byrta þessa tölur, sko. En bursið frá því hvort þeim fækki eða fjölgi, þá er þetta svo grunn umræða vegna þess að það liggur alveg fyrir í huga okkar flestra að það er fátæktagildra að vera öryrki. Já, sjálfsögðu. Ekki satt. Já. Það þýðir það að í stað ákveðina drauma og óska sem þú gætir uppfyllt ef þú hefði meiri tekjur, þá þarftu að neita þér alls konar hluti, ekki rétt? Jú. Hver er hvatinn að því að vera öryrki á öryrkubótum á Íslandi? Og það er engin hvati. Það er engin hvati. Þú ferð ekki á kaffistofuna að spjalla í kaffitímanum. Þú hittir ekki fólk. Þú ferð ekki á árstíð. Það er ekkert sumarfrí. Og hvað er meira þetta þýðir sko svo mikla einangrun. Já. Og hvað er meira gefandi en að vera í starfi og hitta annað fólk og fara á vinnustað og allt það? Ég hef aldrei hitt öryrkja sem ekki vill vinna. Ég hef aldrei hitt öryrkja sem ekki vill vinna. Nákvæmlega. Allir vilja vinna. Hvernig gengur ykkur að afrugla ákveðna umræðu þetta sem er svona, það er bara svo ég segja það upp átt, ég sé að Moggin, hann er í ákveðin herferð, sko. Sko þetta er rosalega erfitt. Það eru náttúrulega einhverjir svona riddara sem er alltaf tilbúin að stíga fram á völlin að koma með þessa umræðu og þeir eru ekkit alltaf með staðreyndirnar, eins og til dæmis samkvæmt könnunum þá hefur öryrkjum fækka bæði í prósentum og líka höfðatölu og samt hefur fólk í Íslandi fjölgað. Þannig að þannig að samkvæmt höfðatölu ætti að vera fleiri öryrkjar heldur en var fyrir einhverjum árum. En það er ekki. Og það sem hefur til dæmis olli því var að þanga til næstu mánaðamót að þá var tekin af ýmis skjölda og sjúkraþjálfun, þannig að fólk þurfti bara að borga upp í ákveð greiðslut fyrir að vera sjúkraþjálfun. Og þegar sjúkraþjálfun fór að vera ókeypis, þá til dæmis fækkaði mjög mikið fólki með stóðkerfisvanda sem endaði sem öryrkjar af því að sjúkraþjálfun hélt fólki gangandi og það hafði efna á að fara í sjúkraþjálfun. En þannig að það er rosalega margt sem ríki getur gert til að hjálpa fólki að detta ekki út á vinnumarkaði og líka ef stuðningur er meiri strax í upphafi en ekki, þú verður ekki að bíða í marga mánuði þar til þú er búið með vinnu, veikindarétt hjá vinnuveitanda og stéttarfélögum og síðan farið á örorku að þá er hægt að hjálpa fólki að þú veist ná tökum á lífinu strax en svo eru alltaf einhverjir sem eru til í að sem bara tala herra og hafa meiri aðgang af fjölmiðlum og öðru sem eru með þessa bara falsfréttir. Já, það sko, þetta er bara umræða. Hún er svolítið óvægin umræðan. Já. Það má sparka núna áður finnst mér í hópa sem að standa veikum fótum fastar heldur en ég hef séð í dálítið mörg ár. Upplifið þið það? Já, algjörlega. Já. Ég vil bara segja að þetta er særandi og móðgandi umræða. Já. Og það er eins og þeir sem að tala svona, gleymið því þau eru að tala um fólk. Já. Þú veist, við erum ekki einhver kantsteinar, sko. En þú veist, það vantar svo mikið mannlega þátt í þessa umræðu og taka tillit til annara, reyna að skilja aðstæður. Er þetta hluti á sér hægri pólitík? Og þetta er sko náttúrulega líka hluti aðeins bara, þetta er gömul hugsun, þetta eru gamlar kreddur. Varðandi það að fatlað fólk og öryrkjar séu sko byrði á samfélaginu, að sko bara mannauðurinn sé metin í framleiðni. Og að það sé það eina sem að sko setja að meta mannauð með og ég hafna þeirri hugsun. Já, þetta er líka eins og skiptingin á milli þess hvort þú ert að vinna hjá einkaframtækinu eða ríkinu. Það er margir sem tala þannig að þú sitt bara að framleiða verðmæti ef þú ert á einkamarkaðinum. Já. Þegar náttúrulega hið rétta er að gríðarlega stór fjöldi opinberra starfsmanna
náttúrulega framleiðslu verðmæti þeirra verða ekki sett í Excel-skjal eins og hvort sjúklingi líður vel hjá þeir á gjörgæsludeildinni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta náttúrulega... Ef þið vilja fækka öryrkjum þá ættum við bara frekar að reyna svolítið að lagfæra kerfin okkar. Já. Taka meira tillit til allra, þú veist þannig að bara öll viðmiðin svo á vinnumarkanum og í samfélaginu okkar eru miður fyrir hvíta miðaldra kallmenn með enga umönnunarbyrði og maður svolítið hugsa það þannig. Af því þú nefnir þetta þá dettur mér í huga ekki mesta nýgengi örorku hjá konum yfir 60? Yfir 50. Yfir 50. Já. Og það sannarlega bara mikið áhyggjuefni hvað álagið á þeim virðist vera mikið. Algjörlega. Og þetta líka eitthvað sem mætti líka bara rannsaka í líka bara tengja til dæmis breytingarskeiðin í þetta. Já. Af því það bara gerist margt í líkama kvenna á breytingarskeiði sem að gera þær bara örmagna og annað og svo ofan á líka allt þetta álag sko. Meistararritgerðin mín í rauninni fjallar þetta. Að ég að tala við þessar konur. Já. Svo eru líka margir sjúkdómar sem að leggjast frekar á konur eins og til dæmis 70-90% þeirra sem fá slæma gigtarsjúkdóma eru konur. Já. Og þessi sjúkdómar eru margir hverju hormónatengdir. Þannig að þú veist, konur byrja að veikjast, þú veist, af þessum alvarlegu sjúkdóma, það ekki að tala slitgigt eða eitthvað svona sem að gamla fólki fær. Að það byrja að veikjast kringum gelgjuskeið og síðan þetta bara versna og sumir sjúkdómarnir lagast eða fara á breytingaskeiðið, aðrir versna. Og þannig að þessar konur eru oft, sem sagt, kannski búin að harka af sér í 20-30 ár og svo eru það komnar í þrot þegar það koma á þessum stað og þegar það komnar í 50 kannski búin að koma börnum á stað út í lífið og það eru búin að pína sig áfram með vinnu og svo bara enda með það bara brenna út og eru orðnar svona rosalega veikar þegar það loksins stoppa og fá hjálp og til dæmis greiningatími gigtarsjúkdóma getur verið 15-20 ár að þetta mjög flóknir sjúkdómar að greina þannig að fólk orðið rosalega veikt og þetta á við marga aðra sjúkdóma og það í rauninni skýringin á því akkur í vestræna þjóðfélagi þú veist til dæmis þessi stóru hópur þessi hópur sem við talum þetta yfirleitt konur með stoðkerfisvanda og þetta svona í öllum löndum sem eru með svipa kerfi og við að þú veist, eins og til dæmis í Danmörk, þá er fólki gripið strax og þar gengur rosalega vel að hjálpa fólki að bara aðlaga vinnuna að sjúkdómum sínum og þar dettur fólk ekki eins mikið út af vinnumarkaði. En hér færðu enga hjálp fyrir en bara allt bara komið í skrúfuna. Þeir grípa þig þegar allt búið og þú ert lagstur í götuna, þá segja þér hvað getur þið gert fyrir þig. Já. Svo lítill sveigjanlegi gæti hjálpa svo mikið á vinnumarkaði. Bara að taka tillit til fólks sem að veikjast. Svo eru aldursfordómar við mannaráðningar og svona líka sko. Já. Svo má líka hugsa til þess en svo bara segjum sem svo ung kona sem eignast börn einhleyp móðir og fær ekki tækifæri til að mennta, hefur ekki fengið tækifæri til að mennta sig. Hún fer á vinnumarkaðinn og og þar leiðandi að vera að vinna í láglaunastörfum og sem að eru oft með mikla umönnunarbyrði eða álag og líkamlegt álag og hún fær engan stuðning. Hún lifir á einni framfærslinu á heimilið þá hún sé ekki öryrki eða neitt slíkt. Það bara kom núna fram í nýlegri rannsókn Vörðu að þessar mjög stór hópur þessara kvenna getur ekki tekist á við svona óvænta greiðslu upp á 100.000 krónur. Og þær sem sagt og það að vera þær búa þannig við kannski mikla fjárhagsáhyggjur, mikið álag og með rosalega mörg hlutverk og svo fer bara með tímanum heilsan að bresta. Það er bara að ofgera sér. Og þegar að börnin eru orðin 18 ára, þegar börnin verða 18 ára, þá til dæmis hjá konum sem eru öryrkjar, að þá sem sagt minnkar
minnka stuðningsgreiðslur til þeirra og þetta er rosalega erfitt tímabil og það er mjög slæmt að þurfa að brúa þetta bil sem að verður tekjubil hjá þeim þegar börnin þeirra verða 18 ára vegna þess að þetta er tími, þetta gerir það verkum, þær get ekki stutt börnin sín, það er ekki gert ráð fyrir framfærslinu þeirra að þeir séu að framfleyta börnum. Þannig að, og akkurat á þessum tíma 18 ára sem að er oft svona mikil kostnaður við og þetta er líka óslega viðkomið tími fyrir þessi ungmenni því að þetta er tímið þar sem þau eru að taka mikilvægar ákvarðanir í lífið eins og til dæmis hvort þau eiga að ganga menntavegin eða fara bara strax að vinna og í þessari stöðu til dæmis hjálpar það ekki að það séu svona innskráningargjöld í Háskóla Íslands. Ég sé ekki betur en að eina vitið fyrir okkur sem samfélag væri að allir öryrkjar fengju fengju fría skráningu í háskólana í stað þess að fólk sé að hækka þessi gjöld því að það hlýtur að vera hvati samfélagsins að öryrkjar mennti sig sem best. Ég er algjörlega saman því og mér finnst líka að í rauninni væri til að búa ekki til þessa svona fátækra gildru sem að rúlla niður kynslóðarna. Það þyrfti í rauninni börn öryrkja lík, þú veist, að því að auðvitað eru börn sem að, þú veist, börn er 18 ára þegar þú útskrifast á menntaskóla eða 19 eftir hvað taka það langa tíma og þau er ekkert fann að afla sinni að tekna og þannig að þau get ekki borga skólagjaldin þannig að, og þannig að þau eiga foreldra sem hafa ekki pening til að borga skólagjald og hverju er eðlilegt að styrkja börn fátæksfólks til tónlistanáms eða til að fara í fótbolta en ekki til að byggja framtíð sinni. Þú ert að tala um frístundapassan þá eða hvað? Já. En þú veist, en ef það er svona mikilvægt að styrkja börn til að fá sömu tækifæri til tómstunda, akkur er ekki líka mikilvægt að styrkja þau til sömu tækifæri til menntunar? Í Evrópusambandinu er þetta gert. Já. Ég veit að einhverju leiti, þú veist bara til dæmis eins og þegar að nemandi fyrir Erasmus. Og ég að segja já í ágúst bara út á þetta? Nei, ég bara, já, það getur verið, ég veit það ekki, ég ætla ekki að taka ákvörðun fyrir þig, en ég bara segi sem svo, ég var að ég var að vinna á Sólum í Grímsnesi og var þá með umsjón yfir svona vistaskipta prógramum sem að voru tengd Evrópusambandinu og ég fór meðal annars á námskeið hjá þeim að halda utan um þetta og hjá þeim að þá er alltaf þessi hópur ungmenni sem minni möguleika hafa og það eru börn einhleypra foreldra, börn fatlaðs fólks eða bara tekjulegum hópum að þau að fá þannig aðganga ákveðnum verkefnum. Einnig þegar þú fer sem Erasmus-nemandi að þá er þarna liður í Erasmus-prógraminu þar sem er þá fyrir ungmenni sem minni möguleika hafa. Það er orðað einhvern veginn öðruvís á íslensku að því við kannski þekkjum ekki alveg þetta hugtak og þá geta þau fengið aukastyrk í Erasmus. Einmitt. Sko Þórdís, segðu okkur hverju námið skilaði þér? Hvaða ávinning hafðir að náminu? Eftir hverju er að slægjast fyrir fátækt fólk sem er að velta þig fyrir sér hvort að áláta vaða og skella sér í háskólan eða ekki? Maður kemst út úr einangrunni. Var náttúrulega orðin mjög félagslega einangraður að vera alltaf bara heima á sér og geta aldrei gert neitt og vinum fækkar og félugum og maður fer aldrei neitt. Maður hefur ekki efnað að vera að mæta alltaf ykkur kaffihús. Þannig að svona félagsauðurinn er orðið nánast engin. Ef maður skjóta inn ég borgaði 1.030 krónur fyrir lattibolla núna í síðustu vikum í bæ. Nákvæmlega. Þannig að það getur ekki hver sem er left sér það, en fyrir ekki. En svona félagsauð, maður byggir upp meiri félagsauð, þetta er valdeflandi, þetta byggir upp sjálfstraust, þetta kennir manni að tjá sig, gagnrýna hugsun, þú veist, maður verður bara virkar á allan hátt. En býta, ert þú öryrki? Já. Geturðu sagt mér hvað það er sem er að þér? Af því ég sé það ekki. Nei, ég er ein af þeim sem er svo heppin að vera með ósýnilega föllum. Fólk verður náttúrulega fyrir miklum fordómum þeim sem eru með ósýnilega fallanir. En ég er með mikið
svona, hvað maður segja, mjaðmagrindalós og á erfitt með að sitja og standa og bara, og hreyfingu. Ertu verkjuð núna? Ertu verkjuð? Ertu með verki? Alltaf, ég veit ekkert hvað það er að vera verkjalus. Þú ert alltaf með verki? Já, og búin að vera það í yfir 30 ár. Er ekki rosa flókið að hérna finna réttu... Ertu að lyfja með það? Nei. Nei. Það er einfallega bara því að það er bara ómiklir hérna aukaverkanir og... Já. En ég, eins og ég segi, þetta er búið að vera mjög langt ferli, búin að fara mörgusunum í endurhæfingu og Reykjalund og þetta er bara, já, og bara eins og maður segir, svona líka þegar þú ert alltaf verkjaður og ert svona, já, það fylgir andlega áskorunni því. Já. Þú veist, eins og gigtarlæknir sagði við mér, sko, manneskja sem er búin með verki í mannkjælu, hvað hann sagði, 3 mánuði eða eitthvað, er farin komið kvíða, er komið einkenni þunglindis. Þannig það er svona alls konar svona líka áskorun sem að leggja ofan á hitt. Er rosalega gott hjá þér að hérna fara í háskólan? Hvað mörg ár síðan þú fórst lagður upp í þetta ferðalag? Heyrðu, haustið 2019 þá ákvað ég að skella mér að taka stúdentspróf. Já, þú varst ekki með stúdentspróf þá? Nei, og ég tók stúdentsprófið á 1,5 ári. Já. Og hérna dreif mig svo í háskólan 2021 og er að fara að útskrifast núna helgina. Til hamingju, þú ert svona flugvel gefin, það liggur vel fyrir þér að læra. Ég meina þetta er sko bara rosalega flottur árangur, þú veist ekkert að gera þetta eitthvað á lengri tíma eða neitt svoleiðis, þú veist að gera þetta bara í fullu námi. Mér fannst líka bara svo mikilvægt einhvern veginn þegar ég komst í það sem kallast eftir áratuga veikindi, þar sem maður var með náttúrulega alla þessa líkamlegu fallanir og komið náttúrulega bara með svona andlegar áskoranir líka að fá loksins greiningu á áfallastreituröskun og komast í meðferð við það. Og búin að vera öll þessi ár ranglega greint með þunglyndi og kvíða. Og hérna leiði ég komst í áfallameðferðina þá fór mér sjálfri að líða svo miklu betur. Þú bara komst upp úr dalnum, sem sagt er. Og hvernig er meðferðin gegn áfallastreituröskun? Einkum. Hvernig er meðferðin gegn áfallastreituröskun? Einkum. Er þetta samtöl eða? Þetta eru samtöl, svo er þetta EMDR meðferð. Sem er hvað? Sem er svona alls konar einhver svona hreyfingar sem að svona vekja upp. Já, svo bara vinnur maður úr því sem að gerist. En ég var rosalega mikið, ég notaði mest þessa samtalsmeðferð sem að var samt áfalla miðuð. Er þá farið aftur í tíman og finnur þau, eða er þetta, hvernig? Já, þú ert rauninni bara, já, í rauninni þetta er bara svona verið að vinda af áfallunum. Þetta er svona, þú ert með áfallastreituröskun, þá ert alltaf með áfalli fyrir fram að þig. Og þá er kannski svona að byrja að vinda ofan í það sem er mestar hjá þig. Og svo bara svona er alltaf fyrir dýpra og dýpra og dýpra. En fólk með áfallastreituröskun, þú ert aldrei laus við þetta. Þú ert kannski góður lengri tíma svo gerist eitthvað sem að triggerar upp áfallið. Og maður er alltaf einhvern veginn að rekast á nýja hlið. En þetta var bara svona grunnurinn fyrir mig að komast í þessa meðferð. Því að þegar geðið er í lagi, þá getur lifað betur með verkjun. Og það er mjög alvarlegt þegar fólk er ranglega greint í áratugi, sko. Það er þetta er svo margar mismunandi sögur sem eru á bakvið hjá öryrkjum. Þú veist, margir öryrkjar eru bara hámennta fólk og og það eru sem sagt 3% fatlaðs fæðist með fötlun. 1% fæðast með þroskaskerðingu en 97% er bara þverskurðurinn af samfélaginu, fólk sem að veikist, lendir í slysum, vakna upp í þeim einhverju svona einhverju sjúkdómar, kannski vegna álags eða áfalla
og þannig að þetta eru svo margar sögur. Já, og oft ekkert annað en heppni eða óheppni bara, ekki neitt annað. En sko, þegar við tölum þessa eybílísku sýn á fatlað fólk, þá sjá þeir ekki þennan fjölbreytileika. Þeir átta sig ekki á hvað stór hluti þannig að mennta fólk og fólk sem getur gert alls konar hluti. Heldur sjá þeir okkur bara sem einhverja eina tegund af byrði á samfélaginu. Já, kannski sér fólk bara mjög oft bara einhvern hjólastól. Já. Er það ekki? Annarkvært hjólastól eða einstakling með þroskaskerðingu. En öryrkjar bara alls konar fólk. Það geta verið læknar og lögfræðingar og kennarar og bara hvað sem er. En mér langar svolítið að ég má segja hans frá hvaða merkingu eða þýðingu menntun hafði fyrir mig. Að ég sem sagt var orðin veik af mínu sjúkdóm þegar ég var bara barn og einn af mínum fyrstu minningum að sitja grátandi í sandkassa. Hver sjúkdómur fyrir ekki? Ég með sjúkdóm sem heitir rauður úlfa sem er sjálfsónæmisjúkdómur. Sjálfsónæmisjúkdómur? Já, flokkar sem gigtarsjúkdómur. Já. Og ég var bara grátandi yfir því að ég gat ekki halda á skóflunni. Ég greinist því 37 ára. Fram að því gengi ég gegnum alls konar pakka eins og hún að tala þú veist, það fyrst sagt vaxtaverkir, síðan bara að tala konur séu svo stressaðar að byrja í háskólanum og síðan að maður stressaður að vera ekki barn og síðan maður stressaður að vera eiga barn og þannig að alltaf reynd að finna einhverja svona, kenna þér ástandið, að kenna þér hvað að þér. Og svo var ég svo heppin að ég lenti á undirstöðunlækni þegar ég var 37 ára sem greini mig með minn sjúkdóm. Og þá náttúrulega gjörbreytist lífið mitt þegar ég byrja á meðferð við mínu sjúkdóm. En fram að því hafði ég náttúrulega verið að reyna, þú veist, að því að það var ekkert að mér, nema stress og móðsýki að sögn læknanna, að þá náttúrulega var ég að halda bara áfram, að reyna að vinna og gera hluti. Og það að ég skildi eiga þess kost, þú veist, ég hefði aldrei getað að fara að vinna á hóteli eða þrifum eða vinna í stórum markaði og ekki einu sem þó ég hefði verið svo heppin að fá fína vinnu í tískuverslun eða eitthvað svoleiðis þegar ég var ung manneskja og þannig ég sá mjög ung að ég yrði að reyna að halda mér skólans lengi og mögulegt væri. Og ég sem sagt útskrifaði síðan úr háskólanámi sem veitti mér aðgang að starfi þar sem ég gat valið með starf þar sem ég gæti haft stjórn á mínum vinnuaðstæðum. Og það gerði það verkum að ég gat unnið mjög lengi og ég reyndar ekki fullu starfi í dag en ég gat verið lengi í fullu starfi og að því að ég valdi vinnu, þú veist var kennari, ég valdi vinnu að ég gat staði og sitið þegar hentaði og bara stjórna dögunum eftir því sem sjúkdómurinn bauð upp á og það gerði það verkum að þegar ég neyddist að minnka við með vinnu af mínum ósynlega sjúkdómi sem að þú veist fólk náttúrulega átt að segja á ég sé með að þá gat ég fengið lífeyri frá lífeyrissjóði sem gerir það verkum að ég lifi ekki við fátækt í dag og ég og eins og flestir aðrir öryrkjar að ég stöðugt að reyna að auka við með vinnuna vegna þess að það ekkert sem skemmtilegt við að það vera veikur heima og enda eru flestir öryrkjar að vinna einhver sjálfboðastörf eða að þú veist hjálpa öðrum einhvern hátt eða gera eitthvað og reyna að finna sér verkefni og flesti vilja halda sér í vinnu eins lengi og mögulegt og leiðin að því að geta haldið sér í vinnu að lenda ekki í þessum líkamlega erfiðu störfum þá bara klárar þau miklu fyrr og eins og til dæmis stoðkerfissjúkdómar og margir aðrir sjúkdómar eru tengdir álagi og svona samblanda erfðum umhverfisþáttum og umhverfisþættirnir geta verið það að þú veist í of erfiðri vinnu og þá maður í raun að búa til öryrkja með að hleypa fólk ekki í menntun og hjálpa maður að fara í störf þar sem geta fengið viðandi aðlögun og verið í vinnu þar sem þau ráða við. Þannig að menntun grundvöllurinn að því að fólk geti verið lengur á vinnumarka og vonandi þá út alla starfsæfina. Ég tek undir þetta er svo, þú veist, bara þegar ég tek ákvörðun, það var náttúrulega alltaf draumurinn minn að mennta mig. En þegar ég tók ákvörðun að fara í nám og það var út af því ég bara núna bara líður mér betur, mér langar ekki að vera lengur í þessari einangrun og í þessari fátæktargildu og geta aldrei leyft mér neitt og hver leiðin fyrir mig?
ég var ekki að fara að vinna aftur í aðhlynningarstörfum eins og ég gerði áður en að ég fór á örorku. Þannig að leiðin mín var svo að fara í nám. Og svo er það mitt að finna jafnvægi á milli starfsgetu. Þú veist, hvað get ég unnið mikið og hvernig get ég unnið? Þú veist, þetta er allt pínlítlar... Starfsorku, vil ég segja frekar. Já, starfsorkan. Þannig að, ok, þetta er áskorunum mín í dag. Og svo er mín saga allt öðruvísi heldur en þeirra. Já, hvernig því? Sko, ég sem sagt er menntuð í tungumálum, fransku og spænsku. Og og ferðamálafræði. Sem sagt, ég tók ferðamálaskólan í menntaskólum í Kópavogi á sínum tíma og leiðsöguskólan og ég er leiðsögumaður fyrir ensku, fransku og spænsku. Og starfaði í ferðaþjónustu bara af mikilli hugsjón. Ég er alveg upp á ferðamannastað og Akureyri og Mývatnssveitin eins og þú og Reykholt í Borgarfirði. Og þannig að ég bara ákvað bara sem ung stúlka að mér langaði að vinna við ferðaþjónustu. Ég elskaði ferðaþjónustu. Ég er svo fegin að hafa sko í rauninni bara upplifað upp á ferðaþjónustunar. Svona svolítið hvernig hún þróaðist, bara eins og í Reykholti í Borgarfirði, hjá afa mínum og ömmu í pressetrinu í Reykholti. Þetta var svona hálfgerður pílagríma staður ferðamanna. Og amma sem var mikil tungumálakona sagði þeim frá og afi sem var sakfræðingur sagði þeim söguna og var prestur og gekk út allt að segja þeim frá Snorra Sturlusyni og og svo var öllum búið inn í kaffi. Og það var svona kannski er upphafið að við bara voru svo glöð að fá ferðamenn í heimsókn og syntu þeim vel og svo fórum við að uppgötva að byggja viðskipti í kringum þetta og taka mútið ferðamennum. Þannig að ég svona upplifi mig að vera ríka þessari reynslu að hafa séð þetta svona í fæðingu. En svo sem sagt bara eftir hrunið þá byrja ég að ég var svo rosalega miklu álagi. Ég var búin að vera með dóttur mína sem sagt í rauninni með miklar heilsufars áskoranir og langveik á tímabili og vegna öndunarfæri sjúkdóma og ég var búin að vera undir svo miklu álagi bara út af hennar veikindum og veikindum föður hennar og síðan og þannig ég bara ofgerði mér svo mikið í hruninu, bara varð fyrir miklu tjóni í hruninu og þá er bara svona svo kvikni á allir þessari gigt og ég fer að verða bara verri og fór að eiga mjög erfitt með gang og síðan sem sagt og síðan lendi ég í alvarlegu bílslysi og það er það sem að kannski gerði gæfumuninn en það sem að Gæfumuninn Já, úrslit, gerði kannski úrslitin og það var sama fyrir mig, það tók mér langa tíma að komast yfir á örorku og allt þetta og ég var ekkert ánægð með þetta og ég fór alltaf í þetta að reyna að byggja mig upp og reyna að því mér langaði bara að komast aftur á vinnumarkaðinn en þá þegar þú ert orðin öryrki þá bara komst ég að því þá var bara enginn glaður að ég var að fara að líða svolítið betur. Því þá bara taka við skerðingarnar og þú getur ekkert farið á vinnumarkaðinn aftur, þú ert alveg læstur þann inni. Það er svo mengallega kerfi. Þannig að 2020 þá ákvað ég að drífa mig í háskólanám og byrjaði að fara í ferðamálafræðin upp í háskóla. Já, vel gert. Og tók hana að hluta til og en þá bara fann ég mikla þörf fyrir að ég var að vinna ég var alltaf í velferðarhóp hjá Vinstri grænum og þá þegar mummi var að gerast félagsmálaráðherra og þetta alls saman og ég bara fékk svo mikinn áhuga á þessum málaflokki að ég ákvað að fara í diplómanám í fötlunarfræði og þetta hefur gefið mér alveg gríðarlega mikið og sem sagt erum við orðin við erum komin á tíma þurfum að fara að slúta og núna er ég bara komin í meistaranám bara geggjað og þetta gefur mér alveg gríðarlega mikið ekki síst fyrir mína sjálfsmynd og einnig bara fyrir markmið að leggja mitt að mörkum til þess að
til þess að í rauninni bæta samfélagið og líf fatlaðs fólks. Mikil gjöf fyrir mig að hlusta á sögur ykkar allra. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að deila þeim. Má ég koma með smá lokaorð? Já. Ég vil bara hvetja hérna Silju Báru og Háskóla Íslands til þess að komast til móts við lágtekjufólk, öryrkja, lækka þessi skólagjöld eða skráningagjöld. Ég tek bara undir ég get tekið það fyrir 5.000 skall. En það var ekki bara upphæðin og það sem var áhugavert að ræða hér í dag, heldur líka bara að fá aðeins að kynnast ykkur og fá að kynnast þessum heimi, og ég held að það sé einmitt eitthvað sem við þurfum að reyna að leggja meiri natni við. Það er hvað er á bakvið, tölur og þessa hópa. Þannig að takk fyrir að mennta mig í dag ykkar mál, Anna Margrét Bjarnadóttir, Þórdís Bjarnleifsdóttir og Hrönn Stefánsdóttir. Takk fyrir komuna. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Og við göngum áfram götuna, kæru hlustendur, áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki frá langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is